út á Ballarhafi, þið getið alveg sendað á Eyðeyju, þið vitið ekki neitt. Það er engin matur, það er engin ár, það er bara, þið vitið ekkert hvað það er, þið getur öll svona, en sénsinn er, ef þið kastið töfu fyrir borð, þá hafið þið miklu meiri lífslíkur. Þannig að, já, þið verður að fara hringinn, bara... Ok, ég skal byrja. Maður ekki bjóðast til að bara forna sig. Myndur þú gera það í alveg? Ég veit það ekki. Það eftir hverju væri á bátnum. Það væri börnum manns og fjölskylda. Já, það þið á. Nei, þetta eru bara við bara... Nei, þú sagðir í alveg. Já. Ég sko, þú veist, þið náttúrulega... Ég er náttúrulega bara ógeðslega mikilvæg, ég er ógeðslega hávær. Þannig að þú veist, ef að myndi koma skip, þú veist, ég geti auðveldlega að kalla þá. Ég ætla hérna... Og ég er rosalega uppfinningasöm og... Ég er svona frjóð, þú veist, mér dettur allir námskotin í hug. Þið hafið 20 mínútur. Já, einmitt. Til að tala hver og einn? Nei, til að leysa mál. Verðum þetta fram á hvert mál? Til að leysa mál. En það ásynst hver og einn að segja frá sínum verðleikum þá. Já. Já, sko, þið hafið 20 mínútur til að komast að niðurstöðu. Þið byrjið á því að fara hringinn. Við gefum ykkur hálftíma fyrir 7. Þið fáið hálftíma 20 mínútur alveg norsk. Til að komast að niðurstöðu, náttúrulega ef þið komast að niðurstöðu fyrir, þá en þið hafið hálftíma til að komast að niðurstöðu, þið farið hringinn, þú byrjar og svo bara sólarhringinn og færið okkur því að hverju að vera og svo eigið þið daginn. Ái. Já, ég sem sagt, þú veist, er ógeðslega hávær. Ég er rosalega góð sundkona, þú veist, ég geti auðveldlega að hoppa út fyrir og nætt að veiða eitthvað og bara, þú veist, já, ég meina kallað og bara svona komið með hugmyndir og sem við myndum bara framkvæma í sameiningu og já, bara ég er mjög mikilvægur partur í þessu. En þú, Kristín? Sko, ég er yngsta á þessum báti, held ég alveg verulega. Já, ef allt gengur upp þá er ég væntanlega næststærsti liða hérna af einhverjum. Ég á að gera miklu meira í lífinu og ég kem frá Ísafirði sem er mjög lítill bær. Þið komum öll frá Akureyri eða Reykjavík sem má alveg vilja að missa nokkra skilur. En population heima er við þannig enn. Og þeim eiga bara ekki við að missa mig. Úff. Já, ég er bara... Já, ég er ungur og er nýgiftur og vil fjölskyldu og langar að klára sálfræði og hjálpa fólki úti og ég er líka gamla hraustur og get aðstofað hérna ef það verður eitthvað, ef það verður lengi á hafinu og já, þetta er ekki Já, ég er með ágætið sjálfstyrk og stressast ekkert auðvitað, þannig ég myndi ekkert panika og stressa ykkur öll upp þó þið farið í eitthvað vandamál. Ég er með ágætis forða, þannig að ég ætti að geta verið án matar einhvern tíma. Já, ég er náttúrulega á 3 börn heima og karl og þurfa að mér hérna. Og náttúrulega ef maður má koma með þekkinguna og reyna þekkingu á hjúkrunarfræði, geta kannski lásið ykkur lífið og eitthvað kemur. Nú, var þetta ekki gott hér? Já, ég er líka ung og áttur að upplifa margt. Ég er gamall skáti, ég get örugglega verið úr að góða. Og já, það er bara svo margt sem ég á áttur að upplifa í lífinu að mér finnst ég ekki geta farið frá borðið. Já, ég held sko að ég myndi bjóða mig fram ef ég ætti ekki 2 börn sem að ég er mjög náinn. Ég er alveg tilbúinn að halda áfram út í eitthvað annað, yfir í hinn heiminn.
En ég held að krakkarnir mínir eru svolítið mikilvægir, sko. Og svona... Og svo... Ef að við þurfum ástæðu til að halda mér hérna, þá er ég mjög lágvær og ég held að það sé kostur á þessum bát. Já, sko, aldur er dálítið afstæður og það er mikið langlífi í minna ætt, þannig að ég á hugsanlega fleiri á þið flest hérna, sko, inni svo var það, sko, ég segi eins og Sæmundur, ég væri tilbúin að fórna mér en það skiptir mestu mála að við komumst flest á, helst 5 og það eru hérna 1 eða 2 einstaklingar sem eru þegar farnir að veikjast. Við vitum allir hverju þeir eru, sko. Þannig og enn eitt að ég er svo eini sem get hugsanlega veitt til matar hérna. Hefur veitt í 20 ára. Já, ekki gleyma mér. Það er tveggja svo mjög. Þú varst ekki með þess að tveggja sem eru farnir að veikjast. Þannig að ég til að sé ástæða til þess að halda já og mér eftir, sko. Ég myndi bjóða mig fram en ég verð að hlusta, ég er að nota skynsemisrök og ég var að skilja fallist á þau. Já. Já. Var þetta doff? Já. Það er engin börn. Það er engin með Ég kann sjálfsögum að reyna þetta nú. Það eiga allir, nei það er engin með ólæknandi sjúkdóm, segir ég. Nei. Ég er einhverjum sem kom með leið á lífinu og vill deyja. Nei. Ekki ennþá? Nei. Þetta er, já. Eitt matur, Já, hvað? hvernig megum við það saman? Er einhver niðurstaða sem að gæti Þú ert náttúrulega ekki með stöng, sko. Nei, Hefur þú vilt mjög Hvað er hann mikið litli fiskar? Ég hef ákveðna aðferðir til að veiða, sko. Já. Þá held ég ofan. Já, en fyrir hvernig ætlar hann að veiða? Með höndunum? Nei, það er kannski að heyra þessa aðferðir. Sko, ég kann að flétta hár og það er nóg ráðefni það. Getur ekki Hvernig ætlar að ná því að? Já, þannig að það hafi ekki áhyggjur af því. Það er góð punktur. Já. En það er spurning hvort að sá sem er elstur hafi mestu reynsluna eða? Já, það er enn ástæðan fyrir því Það er ekki að lægja hérna. Já. Við erum sko ekki að fara að gera þetta. Já. En ég meina enn bara að halda öllum um borð og sjá bara til. Þá deyjum við bara saman. Já, ég veit það ekki. Ég held að ég get ekki lifa með því að velja einn og henda hann fyrir borð. Ekki Já, við getum bara að fara alltaf 2 út og synda og svo skiptum við bara. Mér stæla eftir ekki að vera Hvað vana. er Já, nefnilega, ég er nefnilega að hugsa hvort það er einhver lausn þannig að við getum sloppið við að fóra. Já. Það er alveg hægt. Bara Það er bara syndum hægt í 10 mínútur og svo Já. bara skiptum við. Já. Já. Má það ekki Það er vera... bara að krakka leikinn. Það var sækna báturinn. Nei, það á ekki náttúrulega einn að lifa frekar en annar. Við höfum alla hver ástæðar til þess að lifa, skilur. Það á Við ekki þurfum eitthvað að bara þessa forma, að deyja, skilur. Það verður bara að sá deyr sem að deyr, skilur. Þú veist, báturinn sekkur það bara og kannski bjargast eitthvað, Tveir kannski gallir að bjargast synda, ekki. þá er aldrei fullur bátur. Já, ég held að það sé lausnin. Ég er samt raunverulega á bátnum, sko. Ég er aftur upp með. Já, en svo þú hoppar taurónni og synda í 10 mínútur og það er bara Svo skiptum við bara. Það látum við það rúlla. Svo einhver bara sem drögnar að hann að synda og bara er málið vist. Við erum búin að finna þetta. Eigum við að reyna að leysa málið hverjir eiga að fara úr bátnum? Ég skal byrja að synda. Ég skal byrja að synda líka. Já, ég skal byrja að synda. Það er líka alltaf að nota þetta með elspýtuna, sko. Já, Sjö bara að draga bara. Það Það er reyndar alveg ef menn leggi það. Já, það er náttúrulega. Mögulega. Ég held að við ætlum að prófa að synda fyrst. Hvernig það virkar. Hvort Við erum allavega alltaf á hann og við þurfum að drepa eitthvað. Já.
Já. Er eitthvað lausn á þessu verkefni eða? Spurning hvort það sé hægt að synda í ísköldum sjó. Kannski er að hákalla þessu. Já. Þá leysist málið. Herru, það var 200 sem synda fyrst, þú voru þegar að synda. Málið vist. Já. En á að komast einhver lausn á þetta þess að? Við eigum að drepa ykkur á 2. En það sé ekki til lausn samt. En ég meina, er það þá bara gert með, skilurðu, valdeflingu? Hvernig sem komist að niðurstöðu? Það var nú bara besta niðurstaðan er þetta með að draga bara. Já. Og bara lappa plankan bara. Ó, ég er svo óheppin í Ég svona er þetta leikjum. ekki þóla því. Hvað ætlum maður svo bara að hoppa út í sjálfur eða? Ef þessi mótrófið þá er þetta leiktum. Það verður kannski réttlátast að gera það bara þannig. Já, já. Þetta örflegin róða. Er það með þessum? Það er þetta að búa hvernig. Það ekki. Nota hár. Eitthvað. Spott. Hvernig höfðu þessu getur við gert það? Hvernig Það er getur við eftir. leiðið með þetta? Við getum bara rakið upp peysu. Gert spott. En þá verður þið kall. Ég var bara hennar smá part. Og þú ert tilbúin að forna því. Ég var alltaf að fá þessa peysu, ég veit ekki tímið ég lengi. En ef þú drefst, tímur það að gefa okkur peysum? Ég fer út í nagginn, sko. Já, ok. Ég vil fara þannig. Þú ferð eins og þú komst. Já, náttúrulega. Já, við getum ekkert ákveðið, náttúrulega. Það er hægt að ákveða þetta. Ég var að draga það. Klára þetta. Ég ætla ekki að reykja peysum með það. Það er auðvitað ekki Hvað þannig. væri Það segir báturinn alltaf lengur niðurstaða. Eftir hvað marga mínútur sekkur báturinn? Já, það er tíma. Já, hvað getur við fundið? Ég get að ringja hjá. Erum við ekki með eitthvað tösku eða eitthvað með okkur eða? Á bátinn? Bara eins og við erum klætt. Ég er með síma, ég Já, hringi ég bara líka á með síma, sko. Það er bjarga okkur. En allir að hugsa tölu. Svo sem einhverju hæstu tölulega vinnur. Já, allir að hugsa tölu og sá sem á hæstu, hann, þú veist, er safe þá umferð. Og svo verður aðra umferð. Skrýtasti. Þá ætlum ég að segja endalaust. Endalaust, já. 100 milljónir. Nei. Ég veit það ekki. En sá sem á afmæli fyrstur og síðastur. Já. Já. Ertu svo styrir miðjum? Ég er á. Ég er í desember. Í ágúst. Það var búið. Já. Ok, peace out. Ok, er einhver í janúar þetta? Februar. Dammit, ég. Já, það var þetta búið. Ég held að þau samþykja þetta. Handla enginn fórna sér sko. Nei. Við gefumst upp. Það er enginn að fara að forna sér. Það er gaman. Nei, hæ? Þið eru að komast að samverðið niðurstöðuna. En ef við enginn fórna sér, deyjum við það. Ég kem mig fram. Ég er trúaður og ég er tilbúinn að fara heim. Hvernig sem er. Þetta er höfðinglegt tilbúð, við erum ekki að samþyngja það. Ég hugsa ef að staðan væri svona, maður væri út á sjó, þá
Mér er alveg líklegt ég myndi Ég hoppa tek út í, þessu sko. tilbúði. Ég er ekki hrædd við að deyja og það er ekki slæmið dauða eða drukna. Nei, maður þetta sé gott að drefna, sko. Og það er svona... Þannig að ég hugsi myndi alveg. Ef það er engin tilbúið þá er þetta best að draga. Og þið þurfum bara að velja einn núna. Já, það voru 2. Það mega vera 4 eftir. Það þurfum 3 að fara. Sagt ég að 5. 2 að fara. Já, það er 2 að fara. Já, ég er tilbúin að vera. Ég er ekki sem ég getur lifað með þessu, sko. Nei, ég er saman með því, sko. Að þau fari? Nei, þau bjóðast til þess að fara. Nei, ég er ekki Horfir eftir. upp á það. Nei, mann liður ekkert vel með það, sko. Ég myndi ekki vilja það. Þetta verður erfitt fyrstu 2 dagana, svo komast við yfir. Ég var ekki til það, ég get ekki hjá með þér, sko. Nei. Ég myndi örugglega ekki hjá með þig. Maður yrði ævi langri þakkarskuld. Já. Mér finnst það annarkvæmt á bara að eiga allir deyja enginn. En af hverju erum við út að hafi? Skipusök. Við vorum hann á snöggju sem að Já, sökk og þú var ekki að hlusta. Ég meina, ef við erum ekki tilbúin til að sjá neitt fórna sig, þá er það ekki flókið. Þá erum við annarkvæmt bara að fara öll að deyja enginn. En ef þau stökkva bara út úr borði. já, býðum ekkert eftir samþykki. Þögn er saman samþykki. Já. Nei, já. Þá er þetta eiginlega afgreitt. Take the clothes off, please. Já. Ég sem þetta ekki þetta var að spyrja því. Á sæmi. En ok, þú veist, við hinn myndum ekkert endilega sætt okkur við þetta, en ef að þau myndu bara, ef það kemur ekkert annað til greina og þau bara stökk úti, það er ekkert sem við getum gert. Nei. Bjargaðu. Men þeir stökk úti eftir þeim. Myndi það gera. Að ég skilja, þetta er einhvern veginn öðruvísi, ég meina, ef þetta væru, þú veist, ef þetta væru fjölskyldumeðlimir, eitthvað sem maður er búin að búa með alla sína ævi og börnimanns eða eitthvað, þá lítur þetta allt öðruvísi. Þú veist, ég er búin að þekkja ykkur hérna í örfáa daga. Kann rosa vel við ykkur, ég veit ekkert meira. Þú veist, ég veit að þú ert rauðhærður og þú ert hjúkrunarfræðingur, skilurðu, þú veist, ég veit ekkert meira. Nei, ég myndi ekki gera það, skilurðu, en þú veist, maður veit ekki, ég meina, maður berst alltaf öðruvísi fyrir fólki sem maður þekkir ekki, skilurðu, kann rosa vel við ykkur og bara, þú veist, takk fyrir að lofa mér að lifa. Nei, menn ég er búin að vera með þeim í skóli 3 ár. Ég myndi frekar henda þér út í heldur en henni. Já, Skilur við. það er bara Það er ekki neitt, skilur við. Já, en það kemur auðvitað á móti, það er sko allt margir hjúkrunarfræðingar á Íslandi. Það eru 400 menn í heiminum sem hafa lært proktológíu. Þannig að ég hefst alveg rauk að ég fá að halda áfram að vera í bátur. Það er svona sjálfgæð tegund. Já. Hvað nýtist það? Já, það getur komið. Nýtur ekki virðingar lengur. Já, svo að þessa móti þá er náttúrulega kvenkynið svona, þú veist, mikilvægara, sterkara. Nýtur nú við. Ef að geta atkvæði. Er ekki alltaf, þú veist. Þið eru náttúrulega veikara kyni, við vitum það. Ég bara skil ekki hvað það segir. Já, ég En við getum alveg miðla þínu boðskap áfram, skilur, eftir að þú ert farinn. Já, þið töluðu mikið um þetta í snekkjuna að við varum veikara kynnið og það verður best að umgangast okkur eins og 10 ára drengi, þá hlýtum við, en þetta er bara sexismi hjá okkur. Ok, en niðurstaðan er svo Við getum allavega bætt upp fyrir þessa 3. Við getum komið með 3 viðbúð í heiminn fyrir stafnir. Þetta er bara tvennt að velja, þú veist, ef við viljum ekki velja ykkur, þá er það bara allir í bátnum eða þeir sem vilja fórna sér. Já. Þá er bara allir í Staðan bátnum. er bara þannig. Já. Þá deyjum við bara. Við ætlum að horfa. Eða þá, þau hopp úti, við hinn lifum, punktur, búin að leysa þetta. Er þetta svarið?
rétt svarið. En hvort myndið þið vilja deyja eða lifa með því að eitthvað myndi fórna sig fyrir ykkur? Það er bara spurning. Ég veit það ekki. Ég líka nú vel við þetta. Og Sigrún. Gæði það humor. Ég held að svona í svona raunverulegum aðstæðum þá myndi maður örugglega vera sjálfsöskur fyrir sjálfa sig og barnið sitt. Örugglega sko. Það er alveg bóttið þannig þegar undir þannig kringumstæðan er. Allavega fyrir mig. Já, ég held að segja. Já. Ég var að leifa þeim að fara. Já. Já. En minnstu? Já, þetta er. Er það? Mér líður ekki vel með þetta. Myndu þið alvörunni gera þetta? Já, ég get alveg trúa því. Þetta getur maður ekki sagt hvort Nei. það er ekki aðstæðan, en ég get alveg séð það fyrir mér, sko. En Ég er alveg á ekki hvaða hægt að forsendum? deyja og það er ekki slæmt. Það var tilbúin. Ég get ekki bent á en Já, nei, ég geti það. Já, finnst þér að vera tilbúin til þess að fara bara? Ég líka. Já, ég er líka alveg tilbúin sko, en það eru krakkarnir. Ég er ekki tilbúin. Ég er búin að eiga öll börnin mín. En ég veit það ekki samt. Og deyja með það að vita að maður væri að bjarga nokkrum öðrum sko. Það er Þessi náttúrulega, já. fínt sko. Já, já. Og ég held þessi svona ávísun að það gerist Þú ferð í svona skemmtilegt þegar þú deyr. VIP lounge upp á himni. Já, það er eitthvað mega næst trip. Ég En er ég með meina- einhverjum rækjum bara á hafsbotni. En það er samt örugglega hryllilegt að lifa með þetta á bakinu að ykkur hafi dáið fyrir mann. Sem er alveg umhverfið að skilja börnin þeirra eftir eins, skilja alveg svo við að skilja börnin okkar eftir eins, skilja. Ég hugsa að ég kom bara með. Ok, hver er niðurstaðan? Ég er Ég bara er með ekki, þetta. ég er hættuð. Ég er ekki til að fórna þeim. Nei. En þetta vantar líka einn í viðbót, er það ekki? Nei, það er Nei, tveir bara- sem Nei, það er vist bara tveir. Eiga bara verið tveir. Já. Já. Æ, þetta En er maður- ógeðslega siðferðisleg spurninga þegar maður getur ekkert svara þessu núna ef maður væri, skilurðu, En ef maður deyr sjálfur, maður er að tala um að maður vill ekki skilja börnin sín eftir. Ég meina, ef maður deyr sjálfur, þá finnur maður ekki þann sársauka. En ef þau deyja, þá finnur maður sársaukan af því að börnin þeirra eru, fattir mig. Já, en þú veist, þú er samt að taka ákvörðun að láta börnin fyrst geðveikt mikið í geðveikt áður og ferð, sko. Já, já. En aftur á móti verður það kannski bara sterkari fyrir vikið. Sum börn eiga kannski ekki eins og eftir að þjást að þau eru svo lítil, skilur. Mm. Þannig að, mín litla, hún myndi ekki muna eftir mér. 5 ára? Nei, eins og. Já, já. jú, mér myndi alveg muna eftir mér en ekkert, kannski bara svona. Bara svona, hún myndi ekki muna mikið. Nei, bara á næstu börnum. Já, Allir. Já. Ég held að myndi ekkert skaða hana. nei. Það myndi fara svo. Hún sem myndi mest skaða mína 11 ára. Jú, jú. Það kannski. Já. Ég veit það ekki. Ég bara get ekki tekið þessu ákvörðun. Get ekki. Ég myndi bara fara í svona kúlu. Já, ég líka. Ég get ekki tekið þessu ákvörðun. Það er
Situr hann og glottir. Sko, ef öfnum tíminn hefði staðið þá hefði báturinn svakið. 20 mínútur. Og hvað var pointið með þessu? Bara samskipta líka tjá sig geta sannfært inn að maður er að vera. Og líka eins og að þau vorum að tala til dæmis eigingytni og svo leita á hvernig. Það sem að gera í stundum, eru við fóruð þið fyrir bóðan? Við fórum, Við stukkum bara. Við stukkum. Hvað, þú veist, við ætlum að spyrja fyrst ykkur, hvernig fannst ykkur að sitja í þessu lengi? Erfitt. Óþægilegt. Af hverju? Mér varst ekkert mál að berjast fyrir sjálfum mig fyrst. Svo þegar allir voru búin að tala, þá var ég bara, dammit. Já, líka ég að fara að setja út á hinn. Já, þetta ekki. Þetta ekki. Líka bara af hverju mitt líf eitthvað mikilvægt allra þeirra. Mér fannst mitt líf alls ekki mikilvægt þegar ég var búin að heyra þeirra. Þú veist, þá bara, nei, mitt líf, þú veist, það er ekkert mikilvægt að heldur þeirra. Það byrjaði alveg í byrjun, þá byrjaði eitthvað svona alliance hérna hjá Kristínu og Kristínu. En það hætti mjög snáð. Ég er samt ekki bótt nám, sko. Nei. Þetta gerir, þú veist, þetta fer rosalega mikið eftir hópum hvernig hérna, hvað gerist í svona, þú veist. Þið held að við vorum líka dálítið meðvituð það að þetta var verkefni, en samt svona og hérna, sko þegar ég var í þessu, þegar í mínu námi þá fengum við hálftíma og við vorum 12, þá varst það 5 að það útbyrjast. Og í lokin þá var sko báturinn sökk. Í lokin stigu nokkrir einstaklingar upp, bara ef ekki bara henda honum út, bara kom eitthvað svona panik á okkur. Og einhverjum gömlu kalli var að henda út, sem var svolítið komist af því að hann var gamall sjómaður og hann var ekki með kompás á sér sko, kunni vel til verka. Og svo voru 2 konur sem þær voru að byrja að rífast inn í þessu og inn í hringnum og þær töluðust ekki við þar sem eftir var námsins. Nei, ólega sex alvarlega. Já, þau voru að lifa sér mjög inn í þetta. Og það sem að rauninni markmiðið með þessu, þetta er náttúrulega hvað gerist þegar komin á... Kemur upp svona, verðilega í svona aðstæði. Ég meina það kemur upp, Það rífast og handa lögmál og eitthvað svona, verðilega. Já, það kom upp svona, þú veist, að það sem að gerist, þú veist, fyrst þess að fólk tekur þetta ekki alveg það sem að gerist í fyrsta námskeiðinu var að í lokin þá komið svona, það var meira tensjón á milli og í lokin var mel var hérna og hann var bara orðinn svona, bara þú veist, maður rólegur allan tíman. Svo sagði hann bara Hjalti, veldu 2 konur og hendu þeim út fyrir. og Hjalti bara eitthvað, nei, og fændaði með báturinn sökk. Það getur verið að það verður einhver svona leiðtogi sem kemur og segir bara, ég segi það bara, en það náttúrulega kemur á móti en það var einhver sem tekur svona stjórn og þá kemur ekki þetta panik að brjálæði upp kannski. En þarna... Hver tekur að sér að stjórna? Já, einmitt, en þarna kom strax upp sko mótþróun. Það sem mér finnst eiginlega merkilegt við ykkur, að það var enginn svona sem að var... Þið voru að reyna að finna einhverja sáttarleið. Þið voru öll að reyna að gera það. En stundum fólks bara, eins og í þessum tilfelli, mel stígur upp og svona bara, já, við þurfum bara að græja þetta, við erum bara upp, þú veist. Og þá kom strax mótþrói frá einhverjum sem sagði, nei, fyrst að þú hugsa svona, þá vil ég láta henda þér, þú veist. Og þá byrjaði svona... Sko, ég mitt hugsa, ég er búin að vera núna bara, Rebekka, starta bara upp og takk þínar hendur.
Svo alveg bara, ok, þú veist, hendum bara, þú veist, verðum bara að henda tveim. En það er alltaf siðferðiskendin sem að heldur í mig, bara nei, ég ætla ekki að bera ábyrgð á þessu. Ég get ekki valið bara. Nei, ég ætla ekki að velja, nei. Af því ég á aldrei eftir að fyrirgefa sjálf mér, ég hef sagt bara, hefði, ok, bara upp með ykkur, út með ykkur, þú veist. Ég hef aldrei getað fyrirgefa sjálf mér það. Ég meina við gátum ekki sem ég leftum að fara þegar þó þau buðist. Nei. En það sem þið gerðu ekki, sem að gerist oft, þið fóruð ekki að pæla í sko framhaldinu. Hvað gerist ef að þið eruð raunverulega á báti og svona kemur upp. Það sem þið gerðu ekki var að skoða styrkleika hjá okkur, hverjir væru Þú maður sé að geti veitt og hún sagði að hjúkrunarfræðingur geti unnið. Já, sem einstaklingar töluðu það sko. Já. En sem hópur og þá rættu við lítið sko að þessi 5 gætu lifað af. Að þau gætu ekki lifað af. Þú veist. Já, var það eitthvað gefið það? Nei, ég meina þetta er bara mismunandi hvernig þetta spilast út sko. Og Nei, þess að var gefið að við myndum lifa. Já, ef að tveim verið hent út. Já, en ég meina hvað erum við lengi á? Já, sko, þú veist, það myndi bara auka líkurnar á því. Já, auka líkurnar á því. Já. Þannig að við gætum alveg verið að það gæt lengi og styrklast og dáið. Já. Og borða hvort þannig að það. Já, algjörlega. Og þú veist, þá hugsa maður kannski hvað ætli sé besti kjötbitinn, skilur, eða eitthvað? Rasm. Já, nei. Það er ekki séð live. Já, það er margt í þessu, sko. Og var það fyrsti bitinn? Já. Það var svona mér djúsi, sko. Lofa þér. Ertu ekki að bjóða þér fram á diskinn? Étið mig. Það sem mér finnst það áhugavert líka, því að þið vorum að tala um siðferðispælingarnar í morgun. Að þið voru eiginlega svona flest á því að psychological egotism væri actually valið dæmi. Og við værum í rauninni eigandi. En það sem þið gerðuð það gerist vart óeigingjörnari. Það er samt eigingjarni, því að þá sleppjum við að velja einhvern annan. Já, en þetta er samt svona, en þetta er samt svona ultimate óeigingjörni samt, skilur. Að þú veist, þú ert að gera eitthvað Félinn færði ekkert tilbaka, sko. Þú klárar þetta. Ég er ekki hrædd við að deyja, þannig að þetta er engin ótti sem ég er að fara út í. Já. En þú ert samt að gera þetta fyrir þau. Þú ert ekki að gera þetta fyrir sjálf. Jú, líka. Ég myndi ekki vilja lifa með sásökunum að velja einhvern annan. Hvernig? Þú ert sérstök manneskja. En þér ekki hrædd ef að þér þessu bara hent út í og þú ert bara að fá að hoppa sjálf. Já, ok, eða hoppa sjálf. Þú veist, og þú ert bara einn úti og bara, ok, it's time to drown. Það kæmi örugglega oft í augnablik, en ég veit að þetta tekur hratt af. Já. Maður myndi ekki drukkna af leið, maður myndi þetta reyna að halda sér uppi, skilur. En þengi að maður gæti. Svo veit ég líka að kemur absolutt veljan eftir smá stund. Fyrir því að drukkna. Sigurður er fyrir. Nei, ég skil alveg hvað hún er að fara, að það er viss svona sætti það við það að maður tekið þessi ákvörðun að fórta sjálf sig fyrir eitthvað annað. Mér finnst það ekki vera, ég er einhver part alveg sammála Sigurður, sko. Það er alveg viss eigingjarni, skilja, að geta fyrir sjálf sig, sko. Sem er þrífast á því að við þurfum sjálf sig vera En það er líka eigingjarni í okkur að vilja ekki leiða hann að fara af því að við viljum ekki láta okkur líða illa. Af því að mér langar að lifa vel. Akkurat. En það sem er kannski óeigjarni hlutin í þessu er það að þið var ekki alveg saman. Þið reyndu að ná einhverju svona farsælli lausn fyrir sem það snerist ekki ykkar eigin hag heldur hag heildarinnar. Það snerist eigin sásöka. Já, en samt kollektívan, sko. Þú veist, hag heildarinnar. Ekki bara einhver sem einstaklingur. Mér fannst hver verið að hugsa eigin sásöka en ekki annarra sásöka. Við vorum alltaf að hugsa fjölskylduna og börnin í það líka. Já, nákvæmlega. Eigin. Nei, og líka hinna, sko. Já, eigin barna. Nei, ykkar barna. Líka, ástæðan fyrir við vildum ekki fórn ykkur var vegna þess að þið er börn heima, þú veist. Það var ekki á endanum. Í rauninni, þú veist, það verður meira sásökin ykkar yfir að leyfa öðrum að fara. En maður spyrja, sökk báturinn? Já, algjörlega.
Já, hann sökk. Já, þú veist, þessar 20 mínútur sem þetta alveg góð tími, þið fóruð alveg upp í 24-5, sko. Það var gaman að hlusta, sko, þú veist, ég var hlustan að græja. Það var gaman, ég náði svona nokkur rökriðum svona, pikkað upp svona bræðin ekstra. Þannig að það varst að hlusta á það, sko. Þetta er erfiðar spurningar, sko, sem komu. En hvernig leiði ykkur svona, þú veist, í þessu alls saman? Þú veist, mér á mynd? Þetta minn í þessu eða bara námskeið? Já, byrjum það bara núna, þessu. Já, virkilega. Allt í lagi. Já, ég var bara sátur. Þegar Karl Benjamin að halda sér í þessum bát? Nei. Það var í rauninni, sko, það var Sigrún og Stefán sem að reyndu að fórna sér. Við nefndum það ekki. Þú var ekkert eins og síðast í að halda mannkyninu áfram? Nei, það nefnilega sko síðast. Ég hugsaði það, ég þótt ekki að tala um. Og varst það pælið? Já. Já, það er Við verðum að eyða í. Já, þú verður að taka það, því þá sko byrjar... Það er pólistnirist. Ég líka mér, það er ekki að hæfa að koma þessu upp á stúkur. Einmitt, af því það var mikil umræða sko. Og þau voru aðeins byrjuð í svona kvenréttindapælingum. Núna það gerist líka síðan sko. Og hérna, það kom svona, þú veist, fjölga mannkynnu. Já, við hugsaðum þetta ekkert nóg langt. Nei, stelpurnar sögðu bara, já, við þurfum bara eitt karlmann. Og þá kom kallmenn og þú veist eitthvað. Ekki gott að hafa hérna Sigurd, þannig að það var þetta blátt. Já, einmitt, já, þannig að það komið eitthvað svona fjölskyldu dýnamík. Það voru bara innbrýt. Svo skipta og Já, skipta, en hvernig við varum að passa okkur fyrir að vera ekki innbrýt og eitthvað. Þannig að þau voru komið rosalega langt. Það er ekkert að finnast, greina. Já, það var bara búið til eitt flokk. Þau voru byrjað, ekki alltaf að byrja, já, við þurfum alltaf að byggja upp nýtt ríki og þau sá fyrir sig bara heimurinn af því að þau eru á bát út á hafið, þá bara fólk heimurinn. En það er misjafn, rosalega misjafn hvernig þetta spilast. En í mínu námi þá var fólk að taka þetta alveg á náðu. Það þykir mér. Svo veit maður ekkert hvernig maður myndi vera, skilur, ef þetta væri actual í út og sjó ávátt, skilur. Kannski myndi maður vera alltaf þessu eða... Já, það er... Ég held að sé meiri eigingjarni þar. Ég held að, sko, þá fari maður örugglega frekar í frumkvæðina. Og Mel sagði eftir og hann bara, þú veist, ef þetta verið í alvörunni, þá er bara henda ykkur fyrir fólk. Það líka, ég mun hníf, Já, ég mun geta veitt og bla bla bla. já, ég passa ykkur og veitt og... Leiðtoginn hjá honum kom mjög sterkur fram þegar það voru bara 3 mínútur eftir. Hann kom, þetta sem við vorum að tala um áðan, með svona rólegum manneskjunum sem stígur upp, það var mjög típiskuð þannig. Hann bara, það var svona 2 mínútur eftir, þú veist, það var bara, og svo bara, við þurfum að gera eitthvað bara. Og það kom út þrói sem var til þess að báturinn sökk. Já. Þannig að... Ef það hefði ekki komið mótþrói þá hefði hann bara fengið leyfi til að henda eitthvað út og... Og báturinn hefði, já. Það var þessi drauma í. Já, einmitt, það er á drauma hinn. Einmitt. Þannig er mjög gott, sko. En sko, það er, við erum búin. Þannig að, hvað finnst ykkur svona þetta, þessar dagar? Búið rótlega gaman. Já, Mjög gagnlegt. Skemmtilegt. Ykkur líka ekkert illa eftir þessar samskiptaðingar? Já, svona á köflum var þetta dálítið óþægilegt. En svona... Þetta er náttúrulega, þessar æfingar eru til þess að fólk komi aðeins bæði hugsa öðru sig og komi aðeins út fyrir sjálfa sig, fyrir kassin. Já, það er svona eins og var alltaf fyrirlestur upp á töflu og svolítið svoleiðis fílingur, sko. Við sitja bara og... Já.
Það alveg, þú veist, eins og fyrir okkur að halda fyrirlestra, það alltaf þannig að náttúrulega hjartað fer á fullt rétt áður. Maður tekur ekki eftir því. Það er alveg bara hérna. Það er hérna. Þú veist, alveg bara... Maður þarf alveg að trekkja sig í gang, sko. En þetta eins og með allt annað, það verður bara þjálfun eins og með... Og ég myndi alveg klárlega mæla með því ef að, þú veist, að með eins og bara þessar hlustunæfingar að skoða í kringum hvernig fólk eiga samskipti. Og hérna, bara prófa eins og þú veist að tala um áðan, að prófa bara að gefa ekkert feedback. Ég myndi prófa þetta sko, ég tók alveg fullan þátt í raunsleik og svo bara fór ég með nýtt stelpurnar og satt í saumaklúbb og bara horfði á hópinn og bara, vá. Einu var bara, maður sá bara á fólki bara, hvernig sést hún reymi. Það var ótrúlega fyndið, þú veist, og sérstaklega að vera komið í glas. Það var allt annað pósaður, sko. Þetta er sko ótrúlega, fylgjast með þessu þegar maður er náða þetta rúmpa. Já, þetta er alltaf magnað. Setur svona, alltaf fann ég eftir, þegar ég hef búinn að fara í gegnum svona námskeið, ég bara, þetta var eins og bara inn, skilur þetta bara algjört fyrir og eftir. Og hérna, maður fer að horfa hlutina aðeins öðru sér, sko. En síðan verður stig 2, þá fyrst fyrir að reyna. En ég held að það sé bara hollt, þú veist, þetta er líka bara að díla við, þetta er ákveðin auðvitað ótti sem kemur upp í fólki þegar það þarf aðeins að opna sig og svona gefa af sér eða hlusta eða hvað það er að gera. Og það er held ég bara hollt öllum að díla þessu, skoða hvað það er hægt við og díla þessu við það. Ég held að gera okkur öll að miklu betri starfskraftum inn á spítala en að geðdeild eða hvað sem við erum að vinna. Þið munið kannski eftir þessu þegar þið verðið deildarstjórar eftir mann. Heldur betur. Má aldrei eftir að gleyma þessu. Það er alltaf hnippað inn í okkur Baldur, skilur við. Það kom okkur áfram. Já, en líka eins og ég gerir dæmi í sálfræðinni að þú getur bjargað sko, það er að koma að lesta eitthvað og það eru 5 manns inn og 1 maður hér og lestin er að fara á þessu 5. Þú getur tekið í sko, breytt og þá fer hann á hann eina. Það tekur ekki eða lætur hann að fara. Svo líka ef að, þú getur bjargað líka með því að feitur maður og það eru 5 og þú getur ítt honum fyrir lestin og lestin stoppar og það drepur hann. Myndir ítta honum fyrir og bjarga þessum 5 eða myndir láta hann að fara og bjarga þessum einu þá, þessi einu þeir. Þetta er úr bókinni. Já, eða myndir taka í fangir, handfangir. Það er margir sem segja að þau vilja ekki íta út og þá eru þeir í raun að drepa sko, en eru tilbúinir fyrir að taka í handfang. Það áttu samt að drepa hann eina sem... Þú ert að velja hver deyr. Já, það er svona fæmæðilega. Það er Já, þetta er svona, já, þrjáleðir. Fjölda, já, ekki fórna einu fyrir fjöldan. Þetta er svona... Það vorst ekki að íta mannum einu. Já, því þá er maður líka... Þetta er tilbúin að íta manneskinu fyrir bara... En þá er maður líka að pæla í, þú veist, aðstandendunum. Ég meina, það eru kannski, segjum bara 4 á bakvið hana eina, en þú ert kannski með 40 manns á bakvið þessa 5. Þú veist, og þá eru þeir allir að þjást, plús þessir 5 sem að dóu. En hefur maður rétt á að gera þetta var? Nei. Kannski ekki allt glæpamenn í kringum þessa 5, en England... Já, einmitt. Þetta var að hafa þvílík umræða þetta í Klási sjokkur. Það var næst í Jesú. Já, einmitt, það var alveg þvílík svona umræða þetta sko. Þetta er ótrúlega siðferðisleg spurning, bara, og það er ekki hægt að svara þessu. Nei. Það er mjög erfitt sko. Það er alltaf mjög erfitt að, sko, fyrsta hugsunin allavega hjá mér, þegar við vorum að pæla sér var að þegar hann er feitur, þú veist, hann fyrir lengt að hugsa sig að þeir eru 5 og viljum bara henda hann fyrir og bjarga 5. Það er svona að gera það bara, en þú veist, þetta er miklu flóknara. Af því að þá ertu
auðvitað búinn að þú ert actually búinn að fremja morð. En síðan getur maður auðvitað ekki haft á samviskunni heldur að leyfa og gera ekki neitt. Þetta er spurning, þetta eru stóra spurningar. Já, þetta er líka eitt af því sem aldrei fæst svo alveg, skilur. Nei. Saman hversu lengi við myndum að fælja í þessu. Já, og líka rosalega erfitt að ímynda sér þessar aðstæður í raunveruleikanum. Að ef lest er að koma, þú veist, ég meina myndi maður að bregðast þannig við að bara allt í einu stökk á stað og taka ykkur feitan gæja og fleygja hann fyrir lestina. Ég veit það ekki. Síðanlega, Þið fáið ekki slappum til 4. Það verður eitt malum. Hvað er klukkan? Hún 20 mínútur yfir 2. Hvað finnst ykkur tíminn á námskeiðinu? Fínt, sko. Svo 1,5 dagur. Það er fínt. Já, fínt. Það er fína pásur. Það fínt að hafa bara fleiri pásur frekar en steina stóra eða eitthvað svolítið. Maður svona þreyttur að sitja og þetta er svona, hafa bara frekar stutt sko og bara fleiri pásur. Það þarf ekki að vera langa, bara 5 mínútur eða. Já, bara rétt aðeins að standa upp og tegja og sér. Mér finnst þetta kannski, þú veist, klukkan 10 banan á epli eða eitthvað, þú veist. Það er alveg frá 8 til 12 sem borðar ekki. Þetta er sko, þessir 2 dagar eru búin að vera mjög skrítið. Það voru rosalega mikið álag á bándundum. Þess vegna er ég búin að vera á hlaupum. Ég vil helst vera hér með barnið sko. En það er svona ástæða, þú veist, það er þess vegna hefur svona veitingarnar og kaffi kannski ekki alveg verið að færa með þessu við erum vön að gera. Við erum yfirleitt alltaf með svona raða upp einhverju borða og eitthvað. Þannig að þetta er svona, þetta lett alltaf á 1-5 dögum. Þannig að ég bara afsaka það. Það er bara ábending fyrir næsta eða að veitingarnar og hafa eitthvað svona, einmitt svona heilamat, eitthvað svona orku, tómata. Já, ég var að hugsa sko, ég horfði á bananana hérna í gær, svo bara vinnaði þér úr fyrstum ár. Þú greið kremgilsi frekar. Nei, það gaf ég. Ég segi það, þetta er bara mjög góð. Ásaður klárum þetta. Hvað sagði þið? Er þetta til 4? Nei, við erum bara já, ég hérna, já. Við erum bara að spjalla sér. En hérna, hvernig fannst ykkur fyrirlestararnir og fyrirlestararnir? Bara ótrúlega fínt. Mjög gott. Bara skemmtilegir. Mér fannst þarna æfingarnir að leikinni svona köflur dálítið óþægilegar og rifjaðu upp þarna hörmungakvöld hann í Köpen í gamla daga þar sem áttu að hrista ákveðinn hóp saman og áttu að kenna okkur þjóðdansa. Og sko við kallaðum við höfum ekki, hvað heitir þetta, tilfinningagreind eða eitthvað slíkt. Já, Talaðu sjálf það? Já, og ég sá að heima komast með alhæfing að konurna féllu saman í svona eina hópsál og þau gaman að þessu. Okkur leið illa og duttum allir í það. Þetta er kannski dálítið munur sko. Já, ég hef ekki gert það líka. Það er rosa gott eins og í fyrirlesturunum að það sé eins og það eru búin að vera að hafa þetta, það sé myndbönd og sé myndir. Annars enn maður bara svona inn á milli þá bara svona vaknar maður aðeins. Það er auðvitað þannig að sko það er talað ég held að það hefur skoðað þessi 20 mínútur sem ef við höfum, ef við erum bara ótrúlega fersk að sjá texta og hlusta á eitthvað ef það er ekki brotið við. Og það er líka líflegar umræður eins og þeir eru svona rosalega duglega að spyrja. Rosalega gott. Það er náttúrulega líka, þú veist, þróar þetta áfram. Við lærum svo mikið á það. Allar ábendingar og spurningar og hérna. Það var mjög gaman að hlusta á hana Gunnhildi í gegn, hún var geggjaður. Það eina sem mér fannst, maður kannski komist illa til skila var skyndihjálpin. Mér finnst svolítið erfitt að skilja hana. Ég náði ekki alveg saman. Já, þú veist, fyrir kannski fólk sem kann ekki skyndihjálp. Við kunnum skyndihjálp, en þú veist, ef ég hefði ekki kunnum skyndihjálp, þá hefði ég kannski ekkert alveg... Ég hefði labbað bara út og ekki vita neitt. Skilur þau? En ekki hérna staying alive? Jú, það satt alveg eftir, skilur þau.
En ekki það, þú veist, hann er örugglega rosa klár í sínu starfi og allt það, ég bara skildi ekki alveg. Það sem hann sagði. hann náði ekki að bara koma því Frá sér. frá sér. Sem er náttúrulega bara tungumálega erfiðleikar, ekkert Og annað kannski erum við bara sem þekkjum hann vel að við kannski náum því frekar. Já. Ég var ofta alveg bara, hvað var hann að segja? Og bara óskýrt, þú veist, hann útskýrði ekki, það var alveg fullt mikilvægt sem hann stóð að glæra hann, þú veist, ég reyndi alltaf yfir alltaf glærarnar, fullt mikilvægt sem hann hefði átt að nefna, þú veist, og... En hann sagði náttúrulega líka að hann vildi ekki vera flækið of mikið, þannig að við myndum ná bara, þú veist, bara komið til aðalatriðum. En aðalatriði var eins og til dæmis þegar hann var að tala um aðskotarhlut í hálsi. Þú veist, hann tók það er svo mikilvægt að taka það fram að maður á alls ekki að vaða upp í manneskjuna, skilurðu? Hann tók það ekki fram. Hann sagði bara, þú bara kíkja og þú veist, og ef þú sérð eitthvað þá tekur það. Þú veist, það er ekki þannig. Þú getur eyðilagt þetta. Já, og bara, þú getur ýtt hlutnum lengra niður og gert þetta ennþá verra og þú veist. Ef hann er ekki svanni að þú getur bara gert svona, þá gerir það ekki. Nei. Það mátti ekki fara þetta. Það má ekki fara upp og þetta komst alls ekki til skila. Þeir sem að kunnu ekki neitt, þeir eru, já, ok, hérna ef það stendur upp í honum þá bara fer ég og tekka á þessu, skilurðu. Þannig að, já. En svo skilst mér að það sé, er það ekki fyrir starfsmenn meiri skyndihjálp? Jú. Já, þannig að þú veist, þetta er kannski ekki alveg þannig. Þetta er ekkert eina skyndihjálpin. Þetta er kannski alltaf læg bara til þess að aðsara eitthvað. Algjörlega. Þetta er rauninni bara, að því áherslega, þetta er líka bara, þú veist, hann er að henda sér hérna á gólfið og, þú veist. Já, hress og skemmtilegur, alveg bara. Og líka þetta steinalega dæmi, ég var vel að pæli að skýra þennan fyrirlestu steinalega. Ég fannst þessi fyrirlestu vera mjög góður hjá hann, sleppinu sem er blessaðan hluti, það fannst mér að vera mjög góður. Já, mér fannst það líka. Það er að nýbla stóru og ná... Já, þetta er svona helst að það myndi kannski gerast. Það er kannski að því þekkjum hann ekki og við náðum ekki það sem hann að segja. Náðum tengja kannski við hann, sko. En algjörlega, ég meina, hann algjörlega stiklaði eingöngu á stóru, þú veist. Og hann gerði þetta aftur og aftur og aftur og það er náttúrulega vitum og það er það sem að, þú veist, þá fer þetta inn í hausinn á fólki. Mér finnst líka rosa gott að hann var að gera þessar æfingar og láta okkur gera og svona. Kannski eina sem ég skildi maður ekki. Já, það getur verið og sko... Og þá missir maður einhvern veginn. Já. Þessu spítalinn keyrir allt starfinu í gegn skyndihjálp. Það er eitthvað sem er skráð hjá þig. Þessi skyndihjálp er ekki skráð hjá neinu. Þetta er rauninu bara upprýð. Þannig að það er ekkert sko, við getum aldrei sett þetta fram sem... Nei, þetta er bara svona aðeins... Já, raunhæft, skilur þetta aðlega út af því hann er svo skemmtilega og hann er skemmtilega fyrir því. Við heldum náttúrulega fyrst að skilja að þetta er bara skyndihjálpið sem fólk fengi hérna. Við vorum bara... Já, við vorum bara... Þess vegna vorum við í svona miklu sjokki, sko. Já, ok. Nei, þetta er bara eitthvað sem að, þú veist að því að hann... Kannski alltaf lægilega að kynna það þannig að þetta sé ekki... Já. Það verður með nema. Já, þú veist, en er þetta líka bara upplöðunin og fyrirlestarnir núna eins og bæði á mér og Hjalta. Þú veist, þeir voru miklu styttri núna eftir að þeir voru síðast. Já. Þú veist, þetta á alltaf að vera alltaf í einhverju þróun, sko. Já. Og það er líka gott að Hver fyrirlestur hefði ekki mátt vera lengri, skilur þetta bara fastlegt. Já. Það er, sko, við gáfum, til að byrja með gáfum við klukkutíma á hvert fyrirlestur. Og það reyndist of langur tími fyrir suma. Þannig að það var ástæðan fyrir að við styttum þetta úr 2,5 degi í 2 daga. Þegar við endum að vera í rauninni, sko til 1:30, 2 daga og svo bara til 11, 3. daginn. Og en síðan eins og núna þá sko voru bæði ráðgjafafyrirlesturinn og réttindi fyrirlesturinn sem voru í gær. Þeir voru lengri, sko. En það var náttúrulega út af þeir voru svo duglega að koma spurningar og umræðum, sko. Og það er líka eitthvað sem við þurfum að hugsa úti og við þurfum að gefa svigrúm fyrir umræðunar. Það er miklu, mér finnst það að virka miklu betur þegar þið komið inn í fyrirlestunum heldur en að bjóða umræður eftir það. Já, það var bara maður búinn að gleyma öllu og... Algjörlega. Maður svona, mann dettur eitthvað hug, maður verður eiginlega að skjóta þessu og maður gleyma ekki.
Fannst ykkur auðvelt að mitt að byrja því, þú veist? Við erum alltaf svo vanar að vera alltaf að spyrja. Svo þetta líka náttúrulega bara einstaklingsbundið hvernig fólk er. Já. Sumir bara segja ekki neitt og bara svo eru svona gælir og segja punkt, ég og Kristín. Síðast að það var ekki fyrir að Guðmsar kom rauninni rétt fyrir hádegi að þá fór svona spurningflæðið af bom. Því hann er bræðir að þú veist poppað upp í fólkinu. Það er svo mikið sem að vera að pæla og maður tekur líka eftir eins og þú veist eins og í gær þegar maður kominn heim maður var ennþá að hugsa þetta sem þýðir það bara að maður var virkilega að pæla í þessu það er ekkert alltaf þannig maður var ennþá að hugsa þetta og þú veist það er bara mjög gaman að heyra það vilja bandurum út þessu eitt bósbann það er svo gaman þetta er ekki mjög gaman svo já, svo verður þið bara endilega að koma á næsta reynsli. Já, við býðum bara eftir boðskorti. Já. Það eru svo nefnir sem var hérna fyrir, hún var bara ég ætla að koma. Þannig að við erum bara með... Það er ekkert lífið sem maður lært á þessu. Kontaktlista. Það er nefnilega fínt, safna bara nómur í hjúkuninu, fara svo bara að kenna upp í háskóla. Já, nákvæmlega. Það var sem þetta ekki alveg námsjó og svo ekki svo mynd. Nei. Alls ekki. Þetta er ekki kent upp í háskóla allavega ekki núna. En svo komið. Nei. Það læri líka betur að vera svona minni hópur. Já, bara fínt líka að tengja, maður getur tengt fræði við það sem maður er að gera á gólfinu. Já, akkurat. Já, mitt. Það er náttúrulega svo mikið af hlutum að gerast, kannski sem fólk er kannski ekki alveg að pæla í þeim. Það er rosalega mikið af hlutum að gerast á gólfinu, á deildinni. Men eins og þeir sem eru að vinna hérna, finnst ykkur ekki alveg fullt hérna sem þið getið notað í vinnunni? Sem þið eftir kannski að tegna ykkur? Nei, þetta er bara rosa fínt. Yfirferð, bara, þú veist, allt. Very good. Það er líka að við gefum hvort það er á saurum og góðum mjög hluti. Það er alltaf líka, Guðmund er alltaf líka þakka. Hann veitur okkur þetta saurum. Það er eitthvað okkur heldur öllum öðrum. Þið hafið eitthvað að segja, ekki þið segja það og bara prófið að vinna þannig eins og því fyrst það. Þannig ekki bara maður vegi og hafa. Þannig að hann er náttúrulega, stór hluti náttúrulega honum að þakka að deildin er að farna loksins að rúlla svona vel saman. Já. Algjörlega. Þetta verður Jæja. Spennandi. Við líka bara að komast heim. Stöður. Ég er að vinna hana, höldum áfram aðeins. Ertu til 12 eða? Nei, til 8. Já. Hvað er við að gera bandur? Er þetta bara partur af vinnudeginu? Já. Starfsmönnum? Já. Þú veist, er þetta bara eitthvað sem maður fer sjálfur í? Við erum að